Ja, komið marg blessuð og sæl og velkomin að þetta streymi hér á Stórhöfðunum, höfuðstöðvar Rafmennt. Ég heiti Skarphéðinn Smith og framkvæmdastjóri hjá S. Guðjónsson, en við erum hluti af samsteypu sem heitir Fagkupp. Þetta streymi átti nú að vera fyrir rúmum mánuði síðan, en sama dag átti að vera þá fór allt í lok og læs vegna COVID. En ef eitthvað hefur kennt okkur í þessum faraldri þá er náttúrulega nýta okkur tæknina og við erum hér komin í frábær útsendingu frá, eins og ég segi, Rafmennt og ég vil þakka þeim kærlega fyrir að taka á móti mér. Eina sem vantar er bara sminkur, það sé hægt aðeins að lappa upp á hana kallina, en við þurfum að vinna með bara það sem við höfum. En í dag þá ætla ég að tala aðeins um snjallkerfi og þau kerfi sem að Fagkupp hefur upp á að bjóða. Að segja ykkur aðeins kannski frá hvað Fagkupp er. Þetta er sem sagt samsteypa fyrirtækja og þið sjáu hérna logoinn á skjánum. Við erum sem sagt Jóhann Rönning og S. Guðjónsson og við erum allir í stuði, það er að segja við erum í rafmagninu og allt frá háspennuköplum og upp í hérna ýmsu dítel eins og róa og tengla og lýsingu og fjarskiptalagnir. Við erum með fyrirtæki sem heitir Vatn og Veitur, það er í rauninni musteri píparans og veitufyrirtækja. Svo er Áltak og eins og nafnið bendir til að þeir eru stórir í álklæðningum og dokamótum og loftakerfum. Og svo er það Sindri, þar farið öll verkfærin til að hamast á. Það er sem sagt handverkfæri og rafmagnsverkfæri og alls konar festiefni. En ég held að sé eftir eftir einu bíða og við bara vindum okkur í fyrstu glæru. Og þetta er nú svona pínu heima tilbúin glæra. Ég vil nefnilega flokka snjallkerfi í tvenns konar kerfi. Það er sem sagt hússtjórnarkerfi og svo snjallkerfi. En Fagkupp er með lausnir í hvoru tveggja. Það sem ég flokka undir snjallkerfi eru svona þessi einfaldari kerfi, þau eru öll appstýranleg, þau byggja gjarnan á þráðlausum samskiptum og flestir eru svona til að stýra einfaldari hlutum og aðalega er þetta nú lýsing og sum kerfi með möguleika á hita og gardínustýringu og þetta eru líka kerfi sem eru mjög einföld í uppsetningu og einföld í forritun og það er svona samnefnari við þessi kerfi og flestir ættu að geta klórið sér fram úr forritun og svona kerfum. Og svo erum við með þá hússtjórnarkerfi og það eru svona þessi stærri kerfi sem geta nánast stýrt öllu sem stýranlegt er á annað borð og dæmið þau hússtjórnarkerfi sem eru boðið hjá Jóhann Rönning og S. Guðjónsson eru sem sagt KNX eða svo kallað Instabus og Instabus eða KNX er sem sagt eitt útbreiddasta hússtjórnarkerfi í Evrópu og á markaðnum. Hér er nánast takmarkalaust hvað hægt er að gera, en því meira sem við vill stýra, því flóknari getur forritun verið og fleiri einingar þarf auðvitað að kaupa við kerfið og það ræðst því svolítið af því hvað fólk er tilbúið auðvitað að borga og hvað hægt er að gera. En svona grunnstýringar þessa kerfis eru eðlilega þá lýsing og hitastýring, gardínur, gluggastýring og svo er hægt að bæta við öryggiskerfum, ákveðnum dyrasímakerfum, ákveðnum IP-myndaðölum, alls konar skynjurum, rakaskynjurum og vatnsskynjurum, veðurstöðum, CO2 skynjurum og svo er hægt að fá alls konar svona kerfi skáttir yfir í annars konar kerfi, en betur að því síðar. Ég ætla að byrja að tala um kerfi sem heitir Smart One og þetta er frá samsteypu sem heitir The Light Group og þeir eiga fyrirtæki sem heitir SLC eða Scandinavian Light Concept. Og þeir eru með sem sagt Smart One kerfi sem byggir á tvíátta Zigbee samskiptum og þetta fer á 2,4 gigariðum og þarna eru send sem sagt boð í Zigbee einingar eða Zigbee tæki. Þau senda svo kallað feedback tilbaka, þannig að það er tvíátta og notandinn hefur þannig fulla yfirsýn í rauntíma. Drægni er 10-30 metrar innan hús og steyptir veggir og léttir veggir skera úr það. En jafnframt þá notast þetta kerfi við svo kallar mesh-tækni og þið þurfum að leggja þetta á minni, þetta mesh, þetta kemur fram síðar. En það virkar þá þannig að leið þú ert í sambandi við fyrstu eininguna þá munu þær síðan hafa samskipti sín á milli þannig að í raun og veru verður kerfið ekki 10-30 metrar heldur nánast óendilegt og algengt svona 50-60 metrar. Myndar svona hálfgerðan svona kóngulóvef sem þau tala sín á milli. App viðmót, það er háð því hvaða hub eða kerfisgátt er keypt en það er til alveg aragrúi af svokölluðum hubum á markaðnum
svo sem Amazon, Alexa, Philips Hue, Samsung SmartThings, Atom Homey og fleirir. Og svo sjáum við þarna ég set svona plúsa og mínusa og þetta eru svona kostir og gallar. Kostir, það mjög lítil orkunótun í Zigbee og í þráðlausum sendum og líftími á rafhlöðum er mjög góður. Þetta er mjög hraður samskiptamóti í Zigbee og fer svona eftir tilfellum hverju sinni en geta borist alltaf 16 millisekundum. Zigbee svona tiltölulega ódýr sem snjallstýring á ljósum. Þetta er einfalt að setja upp og einfalt að forrita og hubbin sem þú kaupir, hann getur þá stýrt jafnvel öðrum búnaði og það ræðst þá af hvaða hubb fólk kaupir sér. Nú og svo kannski ef við tökum ókosti, það hefur verið að tala að Zigbee sé ekki örugg samskipti og það sé hægt að brjótast inn á og í rauninni það sem við slettum sé hægt að hakka Zigbee staðalinn en ég held að fólk þurfi ekki að hafa stóra áhyggjur af því, það er engu að síður mjög flókið en það er hægt. Svo þetta kerfið svokallað single point of failure og þetta er líka hugtak sem kemur svolítið fyrir en það þýðir í rauninni það að við erum háð einhverjum einum punkti og í þessu tilfelli Wi-Fi router hússins að ef hann dettur út þá missum við samband við einingar hússins, það er að segja í gegnum appið en auðvitað víraður hluti þess áfram virkur. Það takmarkað búnaði hægt að stýra og það ræðst það af hvað hubb valinn. Rofa útlit, það er að segja það sem á veggjónum og á þráðlausum rofum, það pínu takmarka á markaðnum. Og ef við erum ekki í eingöngu lýsingu þá svona ákveðin Zigbee búnað sem hægt að kaupa á netinu og hann getur verið dýr ef við viljum fara, eins og maður segir, alla leið að stýra hlutum, annan lýsingu og svona hefðbundnari hlutum. Og svo að lokum að það eru dæmi truflanir við Wi-Fi kerfi vegna þess að bæði kerfin eru á bandvít 2,4 til 2,483 gigareið og bæði eru að vinna með svokallað Direct Sequence Spread Spectrum en ég ætla aðeins að útskýra þetta betur á eftir. Nú, hér sjáum við síðan glæru sem að sýnir svona hvernig kerfið uppbyggt. Við erum með þarna í bláa skýinu, það í rauninni með búnaðinn sem að væri þá frá okkur, Zigbee búnaðinn frá sem sagt Light Group, Smart One kerfið og svo erum við þarna í miðjunni með bara húsráterinn og svo erum við með dæmi Zigbee hub sem að auðvitað fólk getur þá keypt og valið. Og hann þá í rauninni miðjan, hefur samband við allar Zigbee einingar kerfisins en jafnframt þarna lengst, eða í rauninni vinstra horninu niðri, hefur hann þá samskipti við annan búnað og við sjáum þarna að það Amazon Alexa og IKEA, Philips Hue, Honeywell og fleiri atriði. En aftur ef að auðvitað húsráterinn dettur út þá missum við auðvitað samskiptin þarna á milli. Það einnig hægt að kaupa svokallað þráðlausa senda sem heitir TouchLink og það getur verið í formi bæði handfjastringar eða veggsenda og getum þá í rauninni stýrt einingunum í gegnum án þess að fara í gegnum hubbin og þá í rauninni hafa bein samskipti við einingarnar og þið sjáu þarna rauðu línurnar frá fjastringunni og í einingarnar þarna höfum við bein samskipti. Og að sama skapi að þá getum við vissulega þá farið blandaða leið. Þarna sjáum við í miðjunni hubbin, hann hefur samskipti eftir bláu línunum og svo TouchLink einingarnar þá að hafa samskipti eftir rauðu línunum beint við tækin án þess að fara endilega í gegnum hubbin. Nú hér eru svo helstu Smart One einingarnar sem við bjóðum upp á til stýringar í ljósum. Þetta eru snúningsdimmar sem eru þá aðalega jafnframt eðlilega snjallir og við erum með snjalldimmera sem hægt að setja upp í loftós og stýra þannig bæði þá með þrýstrófa og svo auðvitað með appinu. Og svo niðri vinstra megin þar erum við að sýna dæmi hvernig og reyndar hægra megin líka hvernig hægt að stýra svokallum LED-borðum sem eru mjög vinsælir og við getum stýrt bæði einlitum borðum og svokallum litskiptanlegum borðum eða RGB eða RGB White. Nú eða jafnvel þess vegna tunable white borðum þar sem þú ert að leika með mismunandi litar hitastig.
Þá það kerfi sem heitir Casambi. Kerfið sem sagt byggir á Bluetooth og það þarf að gera greinarmun þarna á að þetta svokallað Bluetooth Low Energy. Þetta ekki nákvæmlega sömu samskipti og við þekkjum í símanum okkar sem heitir Bluetooth Classic en byggir svo sem á sama formi. Þetta tækni sem fundin upp á Nokia og allir stofnendur Casambi einmitt fyrir starfsmenn Nokia og þekkja og hafa mikla reynslu á Bluetooth samskiptunum. Casambi drægnin stutt, þar að segja Bluetooth og við þekkjum það alltaf sjálf að við erum með Bluetooth heyrnartól og annað, við byrjum að missa samskipti við síman eftir ákveðna metra en Casambi byggir jafnframt á þessari mesttækni sem ég talaði um áðan og þannig hægt að ná samband við einingar sem eru mun lengra í burtu og það meira að segja dæmi að Casambi hafi verið tekið upp og sett í spítala erlendis þannig að þetta með því að nota mesttæknina þá tryggjum við samskiptin. Hér þurfum við ekki neitt sérstakan hub, heldur tala snjalltækin beint við einingar kerfisins og Casambi í dag orðið langstærsta Bluetooth ljósastýrikerfi á markanum og margir af helstu ljósaframleiðendum heims farnir að bjóða upp á Casambi stýrðan búnað. Þú ekki háð í hvaða hub þú kaupir upp á útlit og eiginleika appsins, hann alltaf eins, það bara Casambi appið og þarna sjáu þið niðri hvað hægt að gera og þið sjáu þarna sólarrifla og sólarsetur. Við getum auðvitað búið til senur og farið í gegnum EFTTT sem ég fer betur í og eftir. Það dagsbirtu, skynjun og dagatal og tímastýring, þannig að við getum látið hlutina gera eftir dögum eða tíma. Svo þarna hugtök sem kannski erfitt eða fólk kannski áttar sig ekki á framleiðsla á tækjum en það sem sagt Casambi ekosystem samstarfsvettvangur sem gerir Casambi samstarfsaðilum kleift að hanna og framleiða einingar sem Casambi svo samþykkir inn á kerfið og fyrirtæki í rauninni geta þá sett á markað allt sem relay stýranlegt svo sem gardínur og glugga og hurðir og þannig Casambi ekosystemið að stækka nánast dag frá degi og verður mjög spennandi að sjá þetta kerfi stækka og bjóða upp á að stýra fleiri hlutum í framtíðinni. Samstilling fer í gegnum cloud, þar að segja við vistum forritun á einingum í gegnum cloud og uppsetning á notendum og aðgangsstýringum gerðar í gegnum skýið. Svo bara vista og þannig tapast ekkert gögn þó að sími týnist og það þarf aðeins að loggast inn og öll uppsetning klár. Kerfið sem sagt stækkanlegt eða svokallað skalanlegt og hentar fyrir litlar einsherbergislausnir og stóra byggingar og eins og ég myndist á með spítalann. Og við getum búið til, maður býr til svokallað networks eða net og það hægt að búa til ótakmarkaðan fjölda af svona netum og Casambi býða upp á að kveikja og slökkva á mörgum eða nokkurum netum á sama tíma og jafnvel sameina senur og annað. Stillanlega breytur, það sem hægt að ákveðna breytur, segjum að við fáum okkur lampa og hann búinn ákveðnum eiginleikum, við getum stilt alla þessa parametra og það að segja hvaða driver versjón hann hefur, hvaða vött hann eyðir, þá getum við fara að fylgjast með eyðslu á kerfinu og eyðslu á einingunum og svo þarna sjáum við lítar, hitastig og annað, það kannski sé sjálft og litapalletta, við getum verið með litapalletti til að velja hvaða litur við viljum á RGB stýringarnar sem við erum með, galleri og myndir, við getum tekið ljósmyndir úr rýmunum og þannig fáum við meira myndrænt hvað við erum að kveikja og slökkva hverju sinni. Og síðast þarna sjáum við stéttskipting tækja en það sem sagt þannig að við getum ákveðið að ákveðni nemar eða hreyfiskinnar að þeir að taka yfir að ráða og taka yfir jafnvel skipanir frá rofum og þannig hafa hærri stéttskiptingu innan kerfisins. Hér sjáum við svo plúsan og mínusana, þetta mjög lítil orkunotkun á þráðlössendum og líftíma rafhlöðum mjög langur og meira segja þannig að það konur rofar sem ekki með rafhlöðum. Það svokallað N-Ocean tækni að í rauninni bara þrýstingurinn sem við setjum á rofan, það myndast nægileg orka til að senda skeyti áfram. Og þetta með svona fullkomnari ljósastýringum hvað varðar eiginleika og hér eru ekki í þessu single point of failure, við þurfum ekkert Wi-Fi eða staðanet því að öll snjalltæki eru með Bluetooth innbyggt og
og forritin í rauninni við þurfum aðeins að komast í Wi-Fi þegar við erum rétt á forritakerfi eða gera uppfærslur. Þetta nokkuð hagkvæm lausn verðlega séð, mjög einfalt að setja upp og forrita og appið býður upp á RGB stýringar og RGB White og svokallega circadian stýringu en þar erum við að láta svokallega tunable white ljós stýrast eftir líkamsklukkunni þannig að við komum í vinnuna á morgnana þá getur verið að við séum kannski svona 3500 Kelvin og svo eykst það upp úr hádegi og svo verður aftur hlýrra seinnipartinn að þetta allt innbyggt í appinu. Flestallir stærstu ljósaframleiðendur heims eru komin í samstarfi Casambi og við getum þar af leiðandi frá sumum aðilum hreinlega keypt bara ljós með innbyggðu Casambi einingu. Stór þáttur er að við getum samþætt DALI en DALI eru auðvitað svona fullkomnasta ljósadimmingin sem að til á markaðnum og mörg kerfi geta einmitt ekki höndla DALI lampa en þetta er stór plús. Og eins og ég sagði Bluetooth auðvitað innbyggt í alla síma og snjalltæki og því samskiptamóti nokkuð öruggur til framtíðar, ekki single point of failure eins og við fór yfir og mun minni hætt á truflunum við Wi-Fi þrátt fyrir að Bluetooth sé í rauninni að keyra á 2.4 til 2.483 gigareið. En ég útskýri það aðeins betur á næstu glæru. Ókostirnir, stýring á öðru en lýsingu sem komið takmörkuð, það þó að breytast, það eru komnir einhverjir framleiðendur með gardínustýringar og eins og ég talaði um áðan að þetta er kerfi sem maður nánast stækkar dag fyrir degi. Og þetta að mestu leyti lokakerfi, það að segja Casambi þarf auðvitað að samþykkja þá aðilega sem að framleiða einingar í þetta kerfi. Og við getum ekki þar af leiðandi farið í gegnum einhvern hub og tala við annan búnað. Og rofaútlit á þráðlausum rofum takmarkað en breytist þó hratt og ég get nefnt sem dæmi að það ekki nema bara hálfum mánuði síðan að framleiðendur frá okkur sem heitir Gira kom með þráðlausa rofa á Casambi. Hér sjáum við svona, ef að segja, arkitekturinn á þessum kerfum, Zigbee og Bluetooth, þarna til hægra megin sjáum við að síminn hefur samband við einingarnar gegnum mesh-tækni, þær tala svo sama sín á milli og hann hefur samband beint, en Zigbee hérna fyrir miðju, hann fyrir gegnum Wi-Fi router, þaðan við hubin, þannig að ef við missum þessa miðju í burtu þá auðvitað missum við appið út. Og svona fyrir þá sem eru mjög tæknilega sinnaðir og vilja skilja á hvaða, við erum með Bluetooth Classic rásirna sem við þekkjum, Bluetooth Low Energy rásirna sem þá Casambi, við erum með Wi-Fi rásir og Zigbee rásir. Og þetta sem sagt af hverju við getum verið að lenda í ákveðnum svona sambýlisvandamálum við Wi-Fi það að bæði Wi-Fi og Zigbee eru að fara eftir svokölluðu direct spread spektrum á meðan að Bluetooth að fara eftir 40 rásum og í svokölluðu frequency hopping spektrum og það þýðir að við erum alltaf að hoppa á milli rása til að vinna gegn svona truflunar vandamálum. Hér sjáum við svo hvernig Casambi kerfi virkar og við erum ekki með þörfuninu gateway eða hub nema sérstaklega þessi óska eftir og það hægt að kaupa hub semst við kerfið og það þá til þess að geta stýrt kerfinu í rauninni utanfrá. Nú hægra megin við punktalínu sjáum við að síminn hér að hafa bein samskipti við búnaðinn með Bluetooth og ef við förum að yfir þessar einingar svona frá toppi að þarna sjáum við Casambi þráðlauseiningu tengda beint við ljósaperuna og svo næst til hægri þar í rauninni svipuð eining nema hægt að harðvíra hana líka við þrýstirofa þannig að við getum haft bara rófan á veggjunum og stýrt og dimma einingarnar. Við erum með snúningsdimmer sem auðvitað gerir það sama, hann dimmir ljósin bara í snúningsformi en getum haft þá samskipti með Casambi appinu beint. Nú og svo getum við stýrt ljósborðum, þá bæði einlitum og litskiptanlegum RGB borðum. Þarna sjáum við svo dæmi einingu sem getur þá stýrt DALI ljósum eða svokölluðum DALI dræfurum eða spennubreytum. Og svo sjáum við þarna að lokum vinstra megin við punktalínuna þráðlausan tvöfaldan rofa sem hefur þá samskipti beint. Gallery, ég útskýri það að við getum tekið myndir af rýmunum og þarna sjáum við dæmi 4 myndir, þú getur tekið mynd úr stofunni og eldhús og þú getur þá í raun og veru bara búið til kveikinguna að þú ýtir bara á hangandi ljósi í stofunni,
þar ertu búin að virkja það og hérna komast inn í lampann og getur þannig hækka og lækka þetta mjög myndrænt. Næsta kerfi, þetta eflaust kerfi sem að þeir sem í eldri húsnæðum hérna þrá að sjá og hérna við að sjálfsögðu viljum ekkert skilja þá sem með Ticino ferköntu dósnar eftir og nú geta allir appvætt sín heimili með Ticino Netatmo. Það byggir á Zigbee staðli og við þurfum í rauninni þá bara eðlilega húsrátir og gateway til þess að hafa samband. Og þetta sem sagt ljósastýrikerfi. Þetta sem sagt hraður Zigbee samskiptamóti sem þarna fer fram og fer þá eftir tilfellum en eins og ég sagði áðan, geta borist alltaf 16 millisekúndum. Þetta tiltölulega ódýrt sem snjallstýring á ljósum. Passar þá auðvitað í eldri Ticino rófudósnar og þar alveg hægt að nota allar núverandi lagnir. Þetta mjög einfalt að setja upp og einfalt að forrita. Og við getum parað saman við aðra Netatmo einingar. Netatmo þessast fyrirtæki eigu Ticino frá Frakland, þessast Ticino ítalskt og Netatmo franskt fyrirtæki þeirra eigu sem að býr til alls konar svona þráðlausar einingar. Hér getum við svo parað við Apple HomeKit, Alexa, Google og EFTTT sem ég kem aðeins betur eftir. Nú ég búinn að segja áður með Zigbee en með netöryggið. Þetta auðvitað þá háð því að við séum í Wi-Fi. Allavega til að nota appið, þannig að við erum að tala hérna single point of failure. En einingarnar virka eðlilega bara manual. Það pínu takmark hvað búnað hægt að stýra með HomePlus appinu. En gáttur opnast við það kannski að nota Apple HomeKitið sem dæmi. Þetta kerfi sem þá mestulega til lýsing, hiti og svo getum við fylgst með orkunotkun á kerfinu. Mínus, það ekki hægt að stýra DALI allavega sem komið og við erum með þetta sem við tölum með Zigbee að það fræðileg möguleiki á truflunum á Wi-Fi. Hér sjáum við síðan viðmótið á appinu frá þeim. Það heitir HomePlus Control og mjög þægilegt app að vinna með. Nú kerfi býður þá upp á raddstýringu. Amazon Alexa og Google og það hægt að fá senurófa í þetta kerfi þannig að maður getur komið heim og það einhver takki sem heitir heimkoma og þá svona kvikna þessi helstu ljós og svo þurfum að fara þá í rauninni bara ítum maður á eitthvað sem heitir Away og þá slöknar á öllu forritinu, á öllu kerfinu. Nú forritin öll í appinu sjálfu og það hægt að fá bæði víraða og þráðlausa rófa inn á þetta kerfi, þannig að ef þið eru með staðsetningar þar sem ekkert rafmagn eða enga dósir til staðar þá getum við lista með því að setja bara hreinlega þráðlausan rófa út í eitt horn og þú ert búin að setja rófa þar sem áður var engin möguleika á slíku. Við getum fengið skilaboð frá kerfinu ef eitthvað kemur upp og við getum fylgst með orkunotkun eininga. Hægt að tengja við EFTTT og nú ætla ég aðeins að fjalla um það. Hér reyndar ein glæra undan sem sýnir svona útlit á þessu efni. Þetta orðið virkilega flott efni og af sem áður var þegar við vorum bundin við þessar blikkramma sem hét Magic. En hérna þessi tiltekna lína þarna á skjánum heitir Living Now og hefur algjörlega slegið hjá okkur í gegn. En hvað EFTTT? Það stendur fyrir if this, then that og þjónusta í rauninni gegnum Ski, gegnum þriðja aðila, þar sem maður skráir sig í áskrift og þar getur maður í rauninni stofnað í rauninni reikning og hendin öllum sínum helstu Internet of Things tækjum sem við eigum. Það eru Roomba, Rixuan og allt hvað þetta heitir, iRobot og fleira og getum þannig fara að para saman aðgerðir og í rauninni stendur þetta fyrir ef eitthvað gerist, þá eigi annað að framkvæmast. If this, then that. Sem dæmi, ef ég íta ákveðin Ticino Netatmo rófa, þá vil ég líka að iRobotan Rixuan mín fari í gang. Nú, eða ef ég á til dæmis svona smart lyklalás, eins og þið sjáðu þarna, búið til dæmi, að ef ég aflæsi smart lyklalásin minn, að þá eigi samhliða Netatmo kerfi að kveikja ákveðin ljós eða jafnvel senda mér tölvupóst.
að sé verið að opna hurðina. Þannig að það er í rauninni endalaust hægt að gera í rauninni gegnum þessa þjónusta. Þetta er mjög sniðug þjónusta og býður upp á mikla möguleika. Og það er í rauninni ekkert endilega að þú sérst að tengja saman snjallkerfi, það er í rauninni að tengja saman aðgerðir milli allra helstu snjallforrita eða appa. Sem dæmi, þú getur búið þá til skipunum að ef ég að framkvæma símtal, að þá eigi iRobot Rixuan eða jafnvel Sonos græjurnar mínir að fara í pásu eða mute. Þá erum við komin í kerfi sem heitir eNet og eNet Smart Home. Þetta er kerfi sem byggir á tvíátta þráðlausum samskiptum og þarna erum við sjáum á allt annari tíðni heldur en þessi kerfi sem við höfum verið að tala um. Við erum 868,3 megahertz og þarna hafa einingar samband við miðlægan þjón eða server og það þarf ekkert að vera með neitt sérstakann buss á milli eininga eða vír. Þannig að þetta hentar þá vel í eldri húsnæði eða alls þar sem sérstakar lagnir eru ekki til staðar. Þjónninn þá tengdur við húsráter og svo getur verið með þráðlaus að senda við kerfið. Einingarnar svo eða móttakararnir, þau geta verið bæði inn í rafmagnstöflunni, þeir geta verið inn í rófadósum eða loftdósum eða sem svona litlar pöddur eða það er notað oft svona pungar, það er ekki fallegt orð en það er samt notað. En þetta þá móttakarar kerfisins. Það má eiginlega kannski flokka eNet sem svona nokkuð skonar millistig á milli það sem ég talaði upphaflega snjallkerfi eða hússtjórnarkerfi. eNet eru sem sagt samtök nokkura framleiðenda og það er því tryggt að allir aðilar að þessum eNet samtökum þau ganga inn í sama viðmóti eða sama appið. Og nú í þessu kerfi við sjáum þarna hvað hægt að gera. Þetta nú svona bara ágripað við helst að það viðverustýring og appstýring. Hreyfiskynjara, hitastýring. Hitastýringin er frá þýsku fyrirtæki sem heitir Tato og við erum einnig með umboð fyrir það. Það er gardínustýring, ljósastýring eðlilega og hægt auðvitað að nota þá í eldri húsnæði, retrofitable eins og það segja. Mikið úrval útlits á rofaefni og römmum, þannig að útlit þarna er orðið miklu meira heldur en við höfum kannski séð í áður nefndum kerfum. Senustýringar og svo er í servernum innbyggt sólúr eða svona Astro og við getum farið í að búa til alls konar tímastjórnanir og fleira. Og hérna sjáum við svona helstu þá plúsa og mínusa. Þetta eru þess að 8 framleiðendur af þessum samtökum og maður veit aldrei nema það komið til með að aukast. Og svo eru fjöldi samstarfsaðila við þessa framleiðendur. Þú ert þar alveg ekki bundið við einn framleiðenda þegar þú ferð í þetta kerfi. Það er hægt að stýra daliljósum, þetta er aftur stór kostur. Hægt að nota í eldri raflagnir, útlit rof og merkinga til ótal útlitsmöguleikar, mjög stór kostur. Forritun mjög einföld, býður upp á marga möguleika í stillingum, þú getur búið til alls konar delay á kveikingum eða þú ert að slökkva eða kveikja ljós, max og míngildi á dimmingum og fleira. Og forritunurinn fer bara fram í gegnum vafra. Þeir eru ekki í samstarfi við FTTT heldur í samstarfi við Conrad Connect sem er mjög sambarilegt og þar af leiðandi getur farið að para kerfi við búnað frá 100 framleiðendum. Raddstýring er innbyggt, Amazon Alexa og Google Assistant og þarna eru tímastýringar og innbyggt sólúr og við erum eðlilega ekki í neinum árekstrum við Wi-Fi enda að vinna á allt annarri tíðni. Single point of failure, það er auðvitað mínus en aftur við missum svo sem bara út appið á meðan að það stendur yfir. Allar einingar og hnappar og slíkt þeir virka áfram á staðnum. Styður ekki FTTT eins og ég sagði, heldur Conrad Connect. Þetta kerfi er örlítið dýrara heldur en kannski við höfum verið að tala áðurnefnd kerfi. Drægnin, þetta er ekki mesh-tækni, þannig að drægnin er þarna örlítið takmarkandi en við erum með í boði svo kallega magnara þannig að við getum magnað. En vissulega þetta er kannski ekki æskilegt í mjög stór húsnæði eða svona stærri einbýlishús. Þetta er svona, ég myndi segja, kannski 250 fermetrar
svona í efri mörkum. Hérna sjáum við uppbyggingu kerfisins og þarna vinstra megin sjáum við Inet serverinn. Hann er bara settur á svokallaða dínskinu eða inn í rammastöflu, tengdur við húsráterinn og hefur síðan samband við einingarnar. Og ef við förum aftur yfir einingarnar þá þarna, byrjum uppi. Þarna sjáum við svona típiska dimmereiningu sem maður getur farið upp í loftós. Það er líka hægt að fá hús og setja þetta bara inn í töflu líka. Og svo erum við með töflueiningu sem er fjórfaldur dimmer, hann er með 4 sjálfstæðar rásir og við getum þá stýrt 4 útgöngum með dimmingu. Við erum með TAT og hitastýringu, það er að segja hitanuma sem þú setur upp á vegg og hefur samband á beint við ofna eða gólfhita. Svo sjáum við sendana þarna lengst til hægri, það er sólarnemið, þráðlausa rofar og svo G1 snertiskjár. Og í honum þetta er snertiskjár sem er með innbyggðu sama appi og þú í rauninni ert með í símanum. Þráðlausu rofar, þeir eru allir merkjanlegir og svo sólarnemið, þannig að við getum farið að forrita þannig. Þetta er í rauninni bara svona svo sogklukka sem þú setur út í glugga og þarna getum við forritað að ef til dæmis að lúkskildi fer yfir X að þá eigi gardínur að dragast niður eða jafnvel öfugt að ef að lúkskildi úti fer undir ákveðin viðmið að þá eigi útiljós að kviknast og svo framvegis. Svo erum við með þarna dimmer sem er bara þá beint í róðdós sem er þá bæði hægt að stýra bara handvirkt og getur þá líka stýrt í rauninni appið hefur samband beint við hann. Svo fyrir miðju erum við þarna með gardínu og dalieiningar, þannig að við getum stýrt dalidræfurum og neðst þarna er móttakari fyrir tengil, þannig að við getum þá verið með standlampa eða eitthvað slíkt. Hér sjáum við eina stuttaglæru ég vildi setja í rauninni hvernig þetta er forritað, þetta er rauninni bara viðmóti á forritinu. Þetta er svona pínu sem maður kallar og slettir drag and drop við kerfið finnur í rauninni einingarnar sem eru til út á mörkinni. Við fáum þar inn á skjáinn og svo bara pörum við það saman eða setjum í rauninni þessi 2 svörtu gluggar sem þið sjáum þarna. Annars vegar fer sendirinn í annan gluggan og móttakarinn í hinn og svo pörum við þá saman. Og þetta í rauninni fer þá allt í gegnum þennan server sem þið sjáum þarna á myndinni til vinstri. Og svo er þráðlaus sendir þarna sem dæmi sem síðan hafa samskipti við serverinn. Útlit og efni og appinu, þarna sjáum við hvernig viðmótið er á appinu en auðvitað þetta er nú bara svona smá stillmyndir og kannski er auðvitað átt að sjá hvernig það virkar. Þannig að en hvet ykkur bara til að koma og kíkja til okkar. Svo er útlit og efni, við sjáum þarna vinstra megin fyrirgefið, þráðlausa rofa eða þráðlausa senda og það sem er virkilegur kostur í þessu og komin í þetta kerfi og svo þetta kannski KNX sem kom hana eftir að það er þetta merkja alla rofa og við fáum þá í rauninni bara laser prenta vippur eða lok framan á hana. Við vitum alltaf og sjáum alltaf hvað við erum að gera hverju sinni og hverju við erum að stýra og við sjáum hérna bara hvernig þessar sérmerkingar líta út frá íslensku heimili. Þannig að þetta er svona einn af stóru kostunum fram yfir kannski hinn kerfin að þetta er mjög auðskilið hvað við erum að gera og á hvað við erum að þrýsta. Þá erum við komin að síðasta kerfinu. Það er Instabus eða það sem að kallast í dag KNX. Nú þetta er víra-buskerfi. Það er dreginn sem sér samskiptastrengur milli allra einingakerfisins, þannig að vissulega hentar þetta þó ekki í eldri húsnæði eða þar sem ekki verið gert ráð fyrir þessu lagnarlega séð. Nú KNX er alþjóðlegur staðall og þú sem kaupandi ert því aldrei háður einhverju einu fyrirtæki og við erum með 2 fyrirtæki í Jón Rönning og Eskil Jónsson, það er Berker og Gíra. Þeir eru þá hluti af þessum KNX samtökum en jafnframt að þá ertu alltaf 100% viss að ef þú sérð einhverja sniðuga græju sem fæst á netinu eða jafnvel bakarofn eða heimilistæki sem eru KNX approved að þá munu þær einingar alltaf ganga inn á kerfið.
Þetta er sem sagt langstærsti hússtjórnarkerfi í Evrópu og gaman að segja frá því að til dæmis í Þýskalandi þar sem að KNX er mjög víðfeðmt að 80% opinberra byggingar sem á annað borð að fara í einhvers konar hússtjórnarkerfi að þau fara í KNX. Og þetta er eitt áreiðanlegasta kerfi á markanum. Ég myndi nú segja að við hefum verið eitt af fyrstu fyrirtækjum til að kynna KNX sem hét þá EEB kringum 96-7 og þegar ég segja áreiðanlegasta kerfi því að við erum ennþá að þjónusta og kerfi sem eru uppi alveg frá þeim tíma. Kerfið þarf ekki nauðsynlega server en serverar, einhvers konar server eru þó alltaf forsenda þess að við fáum app-stýringu eða stýringu í snjalltæki. Hér eru þá helstu kostir og gallar. Þetta er sem sagt það sem ég kalla heildarhússtjórnarkerfi. Það eru nánast endalausu möguleikar á stýringu af búnaði og með alls konar svona kerfisgáttum eða gatewayum sem kallast að þá getum við verið að brúa bilið á milli KNX og ýmissa annarra kerfa svo sem DALI og DMX, RS232 og jafnvel BACnet, þannig að við getum farið að þess vegna stýra búnaði svo sem eins og loftræstingu og annað. Nú sá búnaður sem helst er verið að tengja inn á þessi KNX-kerfi, það eru auðvitað stýring á lýsingu, hita, gardínum, gluggum, öryggiskerfi, myndavélar. Það eru ákveðin dýrakerfi sem við getum sett inn á KNX-in, heimilistæki jafnvel, tónlist. Þannig að þetta er nánast bara hugurinn sem er svona takmarkandi þarna, hvað við getum gert. Nú útlit, rofa og merkinga er eins og í netinu, það er ótal útlitsmöguleikar og með auka búnaði að þá er hægt að búa til endalausa möguleika í svokallum lógiskum aðgerðum sem er svipað og EFTTT. Ef þetta gerist þá vil ég annað fylgi í kjölfarið og svo jafnvel 5 sekúndur síðar á það þriðja gerast. Þannig að við erum komin aðeins lengra heldur en EFTTT að við getum jafnvel búið til runu aðgerða sem gerist þó þú framkvæmum bara eina. Bilanatíðni í KNX er verulega lítil. Og svo flóknari stýringar í lýsingu, circadian, tunable white, RGB white og hægt að forrita við nema, viðveruskynjarar, dagspörtunema, CO2 skynjarar. Þetta er orðið mjög vinsælt í til dæmis ráðstefnusali. Það er þekkt dæmi að þegar þú komið 100 manns inn í lokað rými að það fer að verða jafnvel hættulegt CO2 gildi, við erum allir andað okkur súrefni og þá skynjar CO2 neminn það að við séum komin undir ykkur hættumörk og það sem gerist þá er að fólk fer svona að sofna eða jafnvel svona að dotta að þá mun kerfið sjálfkrafa sjá að opna glugga og jafnvel auka loftræstingu í rýminu. Þetta er single point of failure en aftur eingöngu þá á app-viðmótinu. Við erum með alla hnappana, merktur rofan og allt það virkar áfram og allar senur og slíkt það sem er að gerast innan í rauninni KNX heimsins það heldur áfram að virka. Verð þetta er vissulega dýrara heldur en kannski þessi kerfi sem við höfum verið að skoða fram til þessa og þar alveg dýrara sem svona ljósastýrikerfi en ef við erum að tala sem hússtjórnarkerfi og hvað er í boði þar til að stýra öllum þessum einingum sem hægt er að gera að þá þykir KNX ekki dýrt og enda væri ekki komið þessa 80% í Þýskalandi ef svo væri. Galli vissulega forritun, hún er flókin, krefst þess að fá utanaðkomandi aðila, hann þarf að vera með forritunarleyfi og góða kunnáttu og forritun er því aðkeypt og dýrari eðlilega heldur en að gera þetta sjálfur. Nú og svo, þetta er börskerfi og hentar þar alveg ekki í öll húsnæði og eldri húsnæði, ekki nema að fara að breyta hreinlega lögnum. Frá Berger erum við með KNX Easy og það í rauninni eini munurinn er sá að einingarnar koma í rauninni forritaðar að utan. Það er búið að fara í gegnum þessa flóknu ETS forritun svokallaða og það er í rauninni bara svona hálfgerð drag and drop loka forritun sem er eftir. Á móti kemur að þá er hver og ein eining er í rauninni bara forritað að hún geti þá bara gert ákveðna skipanir og það er því ekki hægt að búa kannski til svona mikla lógík eða stilla ákveðna breytur sem annars væri hægt að gera ef búnaðurinn kæmi algjörlega óforritaður. En oft er ekkit endilega þörf á slíkum flóknum forritunarstillingum og Berger Easy henta því
einstaklega vel, til dæmis á heimili. Og svo þetta vissulega hægt að bara blanda saman KNX Easy og hefðbundnum KNX einingum, þannig að þá þarftu bara að forrita þær sem eru ekki KNX Easy. Smá spurningu sal, get ég forrita KNX Easy? Nei, það kemur bara alveg, allir parametrar eru stilltir. Hérna sjáum við til dæmis útlit á hérna Berker-rófunum. Þarna erum við mjög vinsæla rófa sem heitir BIQ, virkilega smart rófar, hægt að fá frá einföldu og alveg upp í 5-falda rófa með hita-display og 8-faldan. Þannig að og hægt að fá líka áleiturinn á þessu rófa og alls konar liti, svart og hvítt og þarna sjáum við busta ál eða stál. Nú svo erum við með gíra. Þarna erum við að sjá dæmi til dæmis snertiskjá frá gíra, heitir G1 og svo hægt að fá frá gíra í dag orðið þráðlausa KNX rófa. Þetta nýjung en áður fyrir eins og ég sagði, þetta allt víraðar einingar að þessum hlut frátöldum. Það að segja að við þurfum að kaupa þarna uppi sjáum við svona pinkulítið stykki sem svo kallar móttakari. Hann vírast þá við KNX kerfið og svo erum við þá með þráðlausu sendana þarna 3 í röð, einfaldan, 3-faldan hnapp og svo litla handfjastringur sem sendir þá þráðlaus signal í litla móttakaran sem að umbreytir þessu þá yfir í KNX merki. Þannig að í rauninni erum við komið þráðlaust KNX. Í stærri byggingum og flóknar byggingum hægt að setja upp miðlæga servera. Ég sagði áðan að þetta væri ekki nauðsynlegt en hér sjáum við dæmi svokallaðan home server og facility server, þessi sem neðri. Hann festist á 19 tómur rekka og hittir svona bara meira eins og tölva eða desktop turn í laginu. Facility serverin í rauninni bara home server á styrum. Hann svona fyrir enn stærri verkefni eins og hótel og fleiri þeim dúr. Þetta þessar serverar sem þá miðlægur þjónn kerfisins og sér að tengja saman alla Instabus eða KNX hluta kerfisins, halda utan á það, búa til lógískar aðgerðir og tengja þá saman við annan utanaðkomandi búnað, svo sem tölvur, síma, aðgangsstýrikerfi, ákveðnar IP-myndavélar, snertiskjái, Sonos og ákveðnar tegundir af margmiðlunarspilur loftræstingu, jafnvel heimilistæki, það til dæmis komið frá Miele at Home og þið sjáu þarna á stjörnunni til hliðar að í miðjunni erum við þá með þennan home server eða facility server og uppi vinstra megin þar erum við með rauninni bara KNX kerfi sjálft sem þá vírað og svo eru hina stjörnurnar, það eru þá utanaðkomandi annars konar búnaðir sem að við getum þá farið að stýra eða láta hafa áhrif á KNX kerfi okkar. Sem dæmi bara ef við talum að fræðilega þá getur verið stödd í Hagkaup og ef bakarofnun okkar þess eðlis að hann sé með KNX einingu þá getum við þess að hent bakarofnunum á 200 gráður af því að við viljum hafa hann sé orðin heitur þegar við komum heim með frosna pítsu. Þannig að það endalaust hægt að spinna við þetta kerfi. Nýlega svo kom svo á markað það sem ég vil kalla svona mini home server og enda eins og ég sagði svona home server og facility server eru kannski frekar of stóri fyrir einbýlishús eða heimili. En með tilkomu X8 servers að þá getum við núna appvætt öll KNX kerfi og þessi litla svarta eining þarna, þetta til dæmis eining sem við erum núna í dag að selja mikið á eldri Instabus kerfi þegar app var ekki einu sinni til. Þannig að bara mjög nýlegt dæmi að það var Instabus kerfi frá 2003, keypti þessa einingu, vissilega þurfti að forrita og fá þann sem sett upp kerfið á sínum tíma til að gera einhverja stillingar, en þarna var búið að appvæða eldgamalt kerfi á í rauninni mjög skömmum tíma. S1 síðan viðbótareining sem hægt að kaupa við sem gerir þá kleift að stýra húsinu remotely eða í rauninni getur við þá verið staddur hvað sem og einnig þá hægt að forrita kerfið og laga kerfið ef eitthvað kemur upp varðandi einhverja stillingar og þarna getum við þá með þessum server tengt inn á þetta til dæmis skýra dyrisema kerfi. Það eru IP-myndavélar og fleira annað sem X8 ræður við og hann svona ræður við nánast flest sem home serverin getur gert, allavega svona flest það sem að fólk vil geta gert á heimilum.
RGB dýrasemakerfið sé RGB White, Tunable White, loftrasting, við getum sett af stað hermilíkan, það er að segja að kviknar og slöknar ljós, við erum ekki heima en það er svona ákveðin þjófafæli ef fólk sér að það er að kvikna og slökna og dimmast ljós í húsinu og það sé kveikt. Raddstýring er möguleg með S1-um og tímastjórnun og ljósasenur og allt þar fram til götunum. Hérna sjáum við svo viðmótið þegar við erum komið með X1 server og ef við rennum bara frá vinstri til hægri, þarna sjáum við dæmi sem sagt hvernig lítur út hitastýringin. Þú einfaldlega snertir bara eða dregur til í hvað hitastig þú vilt fá. Mynd númer 2, þar er dæmi lýsingu og við sjáum að þarna er í 70% og er að leiðin niður í 50%. Þriðja, þarna er greinilega búið að tengja við kerfi einhvers konar margmiðlunarspilara eða tónlist. Við erum með dýrasemakerfið á fjórðu myndinni og svo erum við gardínur þarna lengst til hægri og það er þá bæði hægt að hækka og lækka gardínuna og ef þetta eru svona gardínur með rimlum og ef það eru með mótor til að stýra þessu hvoru tveggja þá getum við bæði hækka og lækka og líka stillt blöðkurnar í hvaða stöðu við viljum að þær séu. Þá erum við svona komin á enda stöð og mér finnst þetta skemmtileg glæra. Eftir stendur húsbyggjandinn og klórar sér í kollinu og veit ekkert hvað hann á að gera. Það eru margt að velja og það er eðlilegt að fólk verði hálf áttavill hvaða búnað skal fara í og hvað henta hverjum einum. En aðalatriðið hér er að byrja að fara í rauninni þarfagreiningu. Hvers konar byggingur að ræða, hve stórt er það, er þetta nýtt eða er þetta eldra, hvaða lagnalegur höfum við til staðar. Það mun alltaf útiloka ákveðin kerfi. Svo þurfum við að skoða hverjar eru þarfirnar, hverjar eru óskirnar hverju þú vilt geta stýrt, hvernig lýsingar áætluð, hvers konar dimming viltu, eru daliljós í húsinu, það útilokar líka ákveðin kerfi. En best er auðvitað bara að koma til okkar með teikningar og við rennum yfir hvaða valkostir eru í stöðunni og hjálpum þér að finna kerfi sem henta þér og þínu heimili. Nú það er auðvitað alltaf heitt á könnunni og þegar við sjáum loksins fyrir endan á þessu COVID-19 tímabili þá byrja auðvitað vöfflurnar alltaf á föstudögum hjá okkur í S. Guðjónssoni. Þannig að það er endilega bara að kíkja til okkar í S. Guðjónssoni eða í næsta útibú Jóhann Rönning og fá betri upplýsingar þessi kerfi og hvað hentar þínu heimili. Mér langar að þakka kærlega fyrir mig en það eru spurningar, þið getið lagt fram spurningar á YouTube rásinni. Þannig að endilega ef það eru einhverjar spurningar þá mun ég svona hinkra hérna í kannski mínútu og sjá hvort við fáum einhverjar spurningar úr sal. Takk fyrir mig. Tækniminn segja mér að það sé ekkert að koma, þannig að ég lít svo á að þetta glærus hjá mér hafi verið svo gjörsamlega fullkomið og hafi tekið á öllum spurningum. En aftur eðlilega, þetta er fjárfesting fyrir fólk til framtíðar, þannig að ég hveti ykkur öll til þess að kíkja til okkar og fá fagmann til þess að segja ykkur hvað er best í þínu tilfelli. Mér langar að þakka Rafmynd kærlega fyrir að leyfa mér aftur að koma. Þetta er frábær aðstaða og virkilega gaman að koma. Þetta er bara eins og stúdíó. Eins og ég sagði áðan, þetta vantar bara sminkurnar. En takk kærlega fyrir mig.